við erum búin að fjalla það að grunnurinn af náungakærleika snýr að því að við þurfum að vera tilbúin til þess og við þurfum að vera í standi til þess, þannig að við þurfum að hugsa okkur sjálf til að byrja með til þess að geta stíð sterk fram í þeirri kærleiksköllun sem að hvílir á okkur. Já, og verandi rótföst í ást Guðs til okkar og okkar eigin elsku til okkar sjálfs. Getum við líka lært af bara miklum og dens leksíum Jesú og kennslans og leksíur úr dæmisjónum sem við coveruðum aðeins. Já. Sem í grunninn bara boða það að við ættum að ganga ekstra miðlun og ættum að fara alla leið og fórna jafnvel sjálfum okkur til að elska náungan. Já, og svo töluðum við það að kirkjan og bara kristið samfélag allstaðar að á í rauninni að vera bara holdgerfingur fagnaðarerindisins sem sýnilegur út í samfélaginu og við töluðum nokkrar birtingarmyndir þess. Já, og ekki síst ætti kirkjan á sama tíma hún elskar allt samfélagið og þjónar ætti hún líka að huga að sjálfur sér og kennsla Nýja testamentisins krefst þess og ætlast til þess af kristnum að þeir séu að þjóna kirkjunni, hvort það sé formlega eða óformlega, bara að elska trúsískinni sín. Það er hluti af kristnum lífstíl og það er eitthvað sem við ættum að gera. Já, og við náttúrulega vorum að vitna í alls konar biblíuvers en okkur langaði að draga þetta fram í þessum niðurstöðu þætti. Jóhannes 13 35 og þar stendur: á því munu allir þekkja að þið eru mínir lærisveinar ef þið berið elsku hver til annars. Og við tölum þetta þegar kemur á því að elska kirkjuna eins og við kusum að orða það, að sú virðing og sú ást sem að ríkir innan kirkjunar á að vera birtingarmynd á því hve mikið Guð elskar bara alla. Já, nákvæmlega. Og í sama held ég kafla, ég held að þetta er í síðustu kvöldmundinni þegar Jesús er að fara að kveðja lærisveina sína. Held að sé á sama stað þar sem hann segir að enginn hefur meiri kærleika en sá sem er tilbúin að leggja líf sitt niður fyrir náunga sinn. Já. Sem hann síðan fyrir og framkomir sjálfur. Og í pínusöpum dúr, og ég held að þetta séu loka orð þessara seríu, segir Martin Luther, sem eru mjög góð samantækt, rétt eins og orð Jesús sem við vitnar í. Luther segir: ég mun gefa sjálfan mig sem Krist til náunga míns, eins og Kristur bauð sig sjálfan fyrir mig. Ég mun ekki gera neitt í þessu lífi nema það sem er hagkvæmt fyrir náungan, þar sem ég trú, ég hef knægð allra góða hluta í Kristi. Af því að Guð gerði allt fyrir okkur, af því að Guð elskaði okkur fyrst, elskum við hann og náungan eins og okkur sjálf. Og það eru loka orð þessara seríu. Sjáum ykkur reynast á þetta.